موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك Já, góðan daginn, kæru áhorfendur að samstöðinni og þeir sem eru að hlusta og velkomin í þáttinn Útvarp Palestína. Við erum hérna samankomnar Magga Stína sem heitir fullu nafni Margrét Kristín Blöndal og ég sem heitir fullu nafni Sara Stef Hildar. Við ætlum í þessum þáttum að tala Palestínu og bara Palestínu og við fáum hérna til okkar fólk sem að lætur sig Palestínu varða. Og með okkur hérna í dag eru systurnar Katrín Pálmadóttir Þorgerðardóttir sem doktorsnemi í heimspeki og þú ert líka hluti af baráttuhópnum háskólafólk fyrir Palestínu á Íslandi. Já. Og svo þér á hægri hönd systir Valgerður Pálmadóttir Þorgerðardóttir sem hugmyndasagfræðingur við Sagfræðistofnun HÍ. Velkomnar. Takk. Jæja, Magga Stína. Þá byrjum við að tala Palestínu. Já, það svona kannski, svona hvatinn við í einhverjum þættinu, hvort það var síðasti eða þar síðasti þáttur, þá svona bryddu við upp á þessar spurningu, sko, þú veist háskólan og svona afstöðu háskólans í þessu þjóðarmorði og og það var svona dálítið rætt sko það allavega viðmælanda okkar fannst ekki vera svona par gott að formlega hefði Háskóli Íslands ekki fordæmt þjóðarmorðið og sem þjóðarmorðið sem að Ísrael að fremja núna í einhvers konar lokahreinu í Palestínu á Gaza en við komum svo að því að Háskóli Íslands hafði fordæmt harðlega innrás Rússa í Úkraínu og þetta svona fannst okkur svona skjóta svolítið svona skokku við. Já. Ekki nóg með sko þeir hafi lýst fordæmt innrás Rússa í Úkraínu heldur kemur fram á vef HÍ að háskólinn hafi líka sett á ís eins og það orðað, allt samstarf við Rússland. Akkurat. Þannig að við vorum í síðasta þætti, þá komið aðeins til þals og þá fórum við að velta þessu fyrir okkur. En vitið til þess að HÍ ætli eða muni fordæma á einhverjum tímapunkti, það hlýtur að vera umræða innan HÍ Já, það er búið að hlusta mikið á rektor og stjórnarskóla. Ég heldur að hafa gefið út tilkynningu frá rektor og háskóla að segja háskólaráði, ég ekki alveg að háskólinn ætla ekki að gera þetta sem stofnun en auðvitað öllum fræðimönnum og stofnun eða deildum starfsfólki frjálst að gera það sjálf bara á sínu nafni og svo hafa alveg mörg hundruð starfsmenn háskólans skrifað undir akkurat lista þannig að fólk hefur gert þetta í eigin nafni. En voru gefnar einhverja ástæður fyrir því að þetta ekki gert formlega eins og bara í tilfelli Úkraínu eða í tilfelli fordæmingarinnar á innrás Rússa inn í Úkraínu? Mér finnst, ég sé ekki að fara með náttmáli, mér finnst eins og þegar ég hef lesið þarna í útskýringur réttlæti eða rökstuðningi að þetta hafi ekki verið sambærilegt fannst þeim. Að það ekki verið sambærilegt? Já, en þetta heldur bara mjög mikið í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar og svör þeirra. Þetta náttúrulega bara nákvæmlega eins í rauninni, þau voru mjög fljóta að fordæma Rússland og hafa enn ekki fordæmt Ísrael að neina leyti nema þau kom einhverjar. Sérst það svona kannski ef háskólinn svona sjálfstæð stofnun? Já, háskólinn fylgir greinilega bara stefnu ríkisstjórnarinnar. Já, það alveg. Akkurat. En það líka, maður hefur séð þetta í öðrum löndum líka, þar sem hafa verið mikil mótmæli, til dæmis eins og hinum Norðurlöndunum. Og í Svíþjóði fylgist aðeins með þar til dæmis eins og í háskólanum í Umeå, þar sem starfsfólk hefur verið mikið með mótmæli á campus og svo í Finnlandi, í Helsingi og þar hafa aktivistar og þá starfsfólk háskólana fengið þau svör að
já, að háskólinn sé ópólitísk stofnun, að það sé mjög mikilvægt að halda í að þetta sé mentastofnun, þetta er fræðistofnun, það verður að geita hlutleysis og við erum ekki pólitísk. En samt sem áður er bara hægt að finna, maður fer bara aðeins aftur í tíman og þá finnir maður myndir þar sem að háskólabyggingar á Norðurlöndunum eru upplýstar með úkraínska fánanum en þá og það er alltaf orð og skilgreiningar sem skipta máli og náttúrulega eitt sem er notað að það er svona mjög auðvelt til þess að afgreiða, það er að það er svo augljóst að Rússar hafi bara, þeir eru aggressífi aðilinn, þeir réðust inn í Úkraínu, þannig að það er svona narratífa í Evrópu. Já, og það er svona augljós narratífa hver er gerandinn og hver er þolandinn. Og svo er í tilviki Palestínu og Ísrael, þá er einhvern veginn að því að það verð þessi árás 7. október að þá er það upphafspunkturinn og þá fer þetta inn í alls konar svona umræðu og sögu og alls konar heimspeki þið veitir hvað er réttlátt stríð, hvernig þetta er sko varnarstríð. Þetta er ekki árásarstríð, eða samkvæmt tímalínan er ekki frá 1947-48. Nei, þannig að tíminn hann er orðið eitthvað svona teganlegt hugtak greinilega. Og svo sér maður líka í öllum filmum, það er alltaf verið að tennast á þessu að Ísrael hafa rétt á að verja sig. Þá sér maður mátt orðana. Þeir eru í sjálfsvörn. En hérna staðrindin það að þetta er ekki stríð, heldur Palestína hefur ekki sagt Ísrael stríð á hendur og Ísrael hefur ekki sagt Palestínu stríð á hendur, heldur er annar aðilinn, þá Ísrael, í algjörri yfirburðastöðu, hefur verið, Palestína hefur verið hernuminn af annarri þjóðinni og stjórnmálasamtök hins landsins, eða ég veit ekki landsins, ég menna bara þessi herrtakna land, skilur, og þessar kúuðu þjóðar, þau ráðast í gegnum landamæri og kannski þegar við tölum geranda, ég allavega velkir, svona, það er erfitt að sjá þetta. Það er rosalega erfitt að sjá, ekki að Ísrael er gerandi eins og staðan í dag. En þetta er með líka hluta þessu, þú veist, hvernig, þetta er ekkert náttúrulega byrja enga veginn 7. október, en þeir eru búin að vera búið til narratív og retorík frá því áður en þeir stofnuðu Ísraelsríki, þess að þeir er að má út öll mörk sem að, þú veist, alþjóðasamfélagi er alltaf að draga einhverja línur sem þeir eru markvisst að má út með svona þessari alternatív narratífi að þeir séu alltaf fórnarlamb og þeir eru að verjast og það eru terroristar og það eru þá, og svo bara tilfallandi hver það er náttúrulega, en núna eru allir palestinski borgarar terroristar eða potensial. Þó þessi óbreyttir borgarar, þá eru þeir búin að má út mörkin að þetta eru fyrirfram er þetta mögulegir hræðverkamenn og það er bara eitthvað sem eða collateral damage eða hvað það heitir. Já, og svo er náttúrulega búin að reikna út líka hvað má drepa marga palestinska borgara fyrir hverja ísraelska ásættanlegur fórnarkostnaður. Já. Er það collateral damage þýðingin? Ásættanlegur fórnarkostnaður. Er þetta eitthvað til í einhvern Já, þetta var mjög mikið notað í Íraksstríðinu. Svona hernaðarmál. Að það er, þú ert með, það er bara lögulegt að ráðast á hernaðartakmörk, skotmörk. Þess vegna er þeir alltaf að segja, já, þetta var Al-Shifa sjúkrahúsið er rauninni Hamas. Stjórnstöð Hamas. Já, þetta er hernaðartak, annars ertu að brjóta alþjóðalög. Og og þannig að til dæmis þetta var svo mikið talað um þetta í Íraksstríðinu, þar sem að þeir voru að bomba og bara, þú veist, það er heilmikill skaði og fullt á óbreyttum borgum degi, en þá ekki það kallað collateral damage. Og þá þetta er svona hreint tungumál, þetta er svona orðfærið, maður hugsa svona, já, það slettist aðeins niður ég var að hella, en þú veist, það var smá svona aukaverkun, þetta er svona clean. Þetta gleymist, þetta verður ekki blettur. Já, einmitt. En hérna, svo við kannski förum aftur hérna inn í svolítið háskóla umhverfið. Vitið þið til dæmis, hafa háskólar erlendis einhverjir sem bara slíkar stofnanir fordæmt þetta þjóðarmorð? Já, í fljótu bræði þá held ég að séu þarna einhverju örfár í Noregi og Spáni og víða Evrópu sem er mikil þrýst, sumir eru búnir að hvað sem
skrifa undir þessi áskorun eða þú veist og bara slíta öll tengsl. En svo er náttúrulega bara þrýstingur náttúrulega frá nemyndum sem er komin náttúrulega í fréttirnar alls staðar. Og það er kannski bara sem fólk hefur séð bara bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi og í Evrópu. Já, þá er það náttúrulega kannski aðal í Bandaríkjunum það ekki, þú veist, þá er það sem sagt að skólarnir hætti að dæla peningum. Já. Það hefur verið krafan. Já, það er krafan. Þau hætti fjárveitingum og taki þátt í rannsóknarstarfi með ísraelskum háskólum. Einmitt. En við skoðum það hérna fyrir þáttinn við Magastína og töldum fjölda ísraelska háskóla sem er í samstarfi við háskóla á Íslandi. Það er ekki bundið sérst við HÍ en það eru 60 háskólar sem koma upp á þeim lista. Já, 60 ísraelskir háskólar. Já. Og svo 100 ráðuneyta og rannsóknarstofnana. Já, það var inn í því eru ráðuneyti og rannsóknarstofnanir, inn í þessar 60 tölu og svo voru 5 palestínskir háskólar, allir á Vesturbankanum, bakkanum, síns mér. Það var mjög erfitt einhvern veginn fyrir svona leikmenn að komast að þessum upplýsingum. Það er áhugavert að heyra. Þetta er miklu meira en maður hélt. Já, einmitt. Þetta er alveg. Einmitt. En mismikið náttúrulega samstarf og örugglega á kannski ólíkum tíma en allt í allt telur þetta. Þú veist, 60 háskólar rannsóknarstofnanir. Við þurfum að, þetta er svona bara, sáum hér fræi í meira samtal háskóla og þetta hugtak sem að við raunverulega kölluðum ykkur til hérna til að tala þetta, það sem kallað hefur verið mentamorð. Scholasticide, er það ekki enska heitið? Það er svona þessi, það er þetta morð á menningu og sögu og vísindum Palestínu sem á sér stað samhliða þjóðamorðinu. Hvað, allir 12 háskólanir á Gaza hafa verið sprengt eða þess að jafnaði bara við jörðu og þú veist það er þessi kerfisbundnu dráp á mentafólki sem er hluti af þjóðamorðinu. Og eyðilegging bara á bara grunnskólum menntastofnanir almennt og söfnum, bókasöfnum og bara öðrum innviðum svona sem að nýtast við og sér þetta bara svona, hvað segir maður, svona markviss eyðilegging á sögunni, á palestínsku sögu og menningu og fræðimennsku. Af því að það er líka einmitt það, sko, af því að þetta eru líka svo mikil átök söguna og það er oft sem að það er verið með það sem verið að réttlæta, maður sér að vera að draga í efa sko, það er ekkert til sem heitir palestínsk menning, palestínskar, þú veist, þetta er bara, það er eins og það sé ákveðin svona ísraelsk narratífa eða svona frásög, heimsýn sem að þau vilja boða, það eru bara arabar. Og af hverju þurfa þau endilega að vera þarna? Af hverju eru þau ekki bara í Egyptalandi með sínu fólki? Það er líka þessi svona þjóðernis eða svona etnonationalismi einhvern veginn. Síonismi. Nákvæmlega. Og það sem einmitt að vera, og þetta svo konkrétt verið að þurrka út fólkið sem að kann þessi fræði, það er verið að þurrka út eins og bara bækur og gögn og fornminjar og alls konar og af því að þetta kröfur eru einhvern veginn svo oft í krafti þess að víst, við erum hérna og það er líka svolítið áhugavert að þú þurfir einhvern veginn að hafa tilkall til að vera með sér þjóðarrétt eða sér tónlistarstefnu eða eitthvað svoleiðis til þess að já, þið eru sér hópur sem eru með sögu og menningu þá getum við ekki það er svo áhugavert hvernig þetta helst í hendur. Einmitt, þetta er bara mjög áhugavert einmitt að þetta er eins og sönnunargögnin fyrir þjóðinni eða svona nation state. Sko. Já, og það er náttúrulega kannski, þú veist nákvæmlega það sem þjóðarmorð það inniber þetta. Og þú afmáir öll merki menningu svo að þú, sko, og þú veist, og þykist að það sko, byrjað á því að skrifa, sko, gera Gaza hvítu blaði sem að þú ætla svo að byggja þetta hótel á, sko. Já, þau erum líka að reyna Palestínu bara röddinni, þau geta ekki tekið þátt í samtali og geta ekki sótt sér menntun og náttúrulega á sama tíma er að byggja upp ísraelsk háskóla og eru í stanslausu kynningarsamstarfi þar sem þau eru alltaf að kynna hvað það frábært og þá fá þeir náttúrulega vanta fjármunina, sko, í Palestínu og eins og er náttúrulega mentunarstigið mjög hátt og þetta er svona
þú veist, þetta svona, já, þetta svona, þetta við blasa við mér svolítið svona einkennilega hvað erfitt að kalla þetta þessu nafni þessu þjóðarmorðsnafni, sko, allt þetta plausible genocide, sko, hugsanlegt þjóðarmorð, af því að þetta þetta orðin svo mörg merki það sem að orðið þjóðarmorð þýðir, það þú veist að alla fyrirætlanir Ísrael það að gera Gaza óbyggilegt, að eyða allir menningu, að svelta Palestínumenn til bana, þú veist, beita öllum ráðum, pynta þá, skilur þú það bara, sérst, og ég myndi segja að Ísrael alls ekki óhreinskilin. Nei. Ég meina, hún gefur þetta allt út. En það líka svona, minnum á svona hvernig, að því að við erum að pæla svona í friðar hugtakinu, ég ofta að hugsa það, hvað friður og hvað átök og hvað réttlætanleg átök og eins og uppreist, réttlætanleg frelsisbarátta og hvernig ofbeldi réttlætanlegt og allt þetta og og það var til dæmis norskur félagsfræðingur tiltölulega nýfallinn frá Jóhann Galtung sem hann talaði svona upphafsmaður svona friðarfræða. Já. Og hann eiginlega setti fram þetta hugtak kerfisbundið eða svona kerfisbundið ofbeldi og var að tala sko hvað friður? Já, það hvað ég segja andstæða ofbeldis, það ofbeldi ekki til staðar. Já. Og þá og hvað þá ofbeldi? Það bara svona beint ofbeldi? Þú veist, nú ég að líkamlega að halda þér, að ég að meiða þig og það augljóslega þannig að það sé einn gerandi og einn þolandi eða getum við talað að það sé kerfisbundið, ofbeldi, kerfislægt og eins og þá erum við að tala eins og eins og var friður í Palestínu fyrir 7. eða áður en að fyrir 7. október. Nei, það var ekki friður, það var augljóslega ofbeldi til staðar, bæði kerfisbundið og beint ofbeldi og svo talar hann líka menningar ofbeldi sem þá eins og fordómar og misrétti og þá eins og svona þetta apartheid eða aðskilnaðarstefna sem við erum að tala að Ísrael sé í rauninni sko með aktífa aðskilnaðarstefnu og þetta ofbeldi og þetta hvað mikilvægt að skoða frið og líka það friðarumleitanir, við heyrum alltaf í fréttum núna Hamas-samtökin segja að Ísraelar sé að komi veg fyrir að það verði friðarsamningar og svo hitt á móti en og þá það spurningum sko friður á forsendum hvers það ekki takt að eins og núna þá það bara núna ekki kröfur Ísraela, þeir ætla að ráða yfir sem checkpoints, landamærunum þeir ætla bara að vera með landamærin við Egyptaland og fleiri stöðum, að það eru skilyrðin og það ekki hægt að ganga að því, það ekki þá friður, þá það neikvæður friður eins og Jóhann Galtung myndi segja, þá það friður í skugga ofbeldis. Akkurat, og bara viðhalda því og í raun og veru eins og það hefur verið sett upp að þessar friðarviðræður svokalluðu, sko, að þá sérstætt eru í raun og veru núna eru bæði Egyptar og Katarar að þrýsta á Hamas það að samþykkja það sem að gerandinn eða sérstætt forsætisráðherra Ísrael sko hans kröfur og Antony Blinken sérstætt hefur lagt það fram sem friðar sem friðartillögu þú veist sem náttúrulega bara absúrd sko af því að þú veist það ekkert þú veist það má hann þá allavega eiga Netanyahu að hann ekki óhreinskilinn í sínum sko hann gjörsamlega hann hefur sko svo margsagt að hann muni aldrei hætta ekki fyrir þessu verkefni lokið sko þessu þjóðarmorðsverkefni Já, einmitt þannig að þetta svona sé á og sérstaklega og kannski finnst mér orðið sko aðalfréttin eru sérstaklega hvernig við tökum við þessum skilaboðum skiljiði þú
þú veist, við setjum hérna og hérna og horfum á fréttir þetta og við eigum að taka við þessu eins og viðurkenna þessa staðreynd sem mjög sérstakt. Eða finnst ykkur það ekki? Mjög sérstakt og líka að því að maður hugsa það svona munur á því hver má segja hvað og það svona til dæmis eins og talar hann Netanyahu til dæmis og svo hinn þarna varnarmálaráðherrann þeir bara tala bara beint þeir bara kalla Palestínu fólk bara þau eru bara dýr og þau eru óæðri og þau eru þau eru ekki siðmenntuð og eitthvað svona, bara þetta eru bara skrælingjar sem eru bara réttræp, þau bara segja þetta bara hreint út og segja oft já, bara ekkert að skafa utan á því sko. Og svo eru þessi slagorð Palestine will be free from the river to the sea þá það með einhverju svona langsóttri skýringu túlkað sem að þau eru raunin að segja að það eigi að drepa alla gyðinga. Þetta alveg svona með því að af því að þú segir þetta þá ertu að tala að það eigi að eyða í Ísraelsríki að Palestína eigi að vera yfir öllu svæðinu og það eigi bara að eyða öllum gyðingum. Þetta er svona langsótt sko meðan að hitt bara sagt sko beinum orðum. Það kemur svona inn og kannski svona siðfræðilega faktora bara almennt hjá almenningi þú veist, byrju hvað lætur bjóða þér upp á svona í upplýsingaveitunni. Mér líka svolítið hissa bara á þú veist, kannski þetta einhvern veginn gera fjölmiðlar ráð fyrir að við séum öll að sömu blaðsíðum stundum kom bara svona heila hálfu fréttatímandinn sem eru sko bara svona nánast óritskoð bara tilkynningar frá ísraelskum yfirvöldum og svo tala við ísraelskan almenning og ísraelska hermenn og maður fær stundum bara svona pínu er ég einhver svona ég fatt ekki alveg hvað veruleika maður býr í af hverju þú veist, þetta er augljóslega retorík sem ófiltreruð og svo náttúrulega á móti fær maður að sjá viðbjóðan og Gaza og það ekki, þú veist þetta fáránlegt að segja þetta upp átt náttúrulega en þú veist, það eins og það sé verið að venja okkur við að horfa á þetta fólk deyja og hinnir hafa rödd og þú veist að útskýra af hverju þetta þurft að gerast einhvern veginn og bara allir fjölmiðlar taka þátt í þessu. Já, þannig að það er líka í þessu samhengi sko áhugavert að velta fyrir sig sko einhver svona hugmyndum frelsi fjölmiðla. Alveg svo við getum velt fyrir okkur hennu akademíska frelsi. Já, algjörlega. Þú veist, í þessu samhengi bara hvernig hægt að tala þjóðarmorð sem í beinni útsendingu. Já. Þú veist, þetta örugglega best skráða þjóðarmorð sögunar. Þú veist, það eru endalausar upplýsingaveitur það, nema bara ekki náttúrulega í þessum kannski mainströms sem að fólk sem eru vinsælustu miðlarnir og það sem auglýsendur eru, þú veist. En talandi mér langaði að koma aðeins aftur að því þú sagðir ég heyrði áðan þú varst að tala landamæri og checkpoint sem að Ísraelar í friðarumræðum eða við leitum hefðu talað að þeir myndu stýra. Hvernig sko, við vorum nefnilega að ræða fyrir þáttinn, Magastína rifjaði þetta þessu upp með mér að því við höfum verið að skoða svona alþjóðlegt nám við HÍ. Já, einmitt og það hefur sannlega verið sko það hafa verið það eru svona deildir innan HÍ sem hafa verið að taka nemendur eða ekki erlendis frá. Já, sem heitir þetta stofnun við HÍ. Já, og heitir þetta Jafnréttisskólinn. Jafnréttisskólinn býtum við þetta GROWGEST stofnunin. Já. Hún sem sagt stofnun sem að tekur til sín, þekkið þessa stofnun? Já. Sem að tekur til sín nemendur erlendis frá og rifjaði þetta upp með mig, Magastína. Já, hún tekur til sín sko, og þetta hefur með sko, það að gera að efla menntun frá sko, nemenda og taka inn fólk frá öllum heimshornum að mér skilst og, svona, þannig, og tilgangurinn á að vera já, bara í svona kynræðum vestrænt jafnrétti svo þau náu nú að gera sín samfélag betri svo ég litaði þetta minn skoðun en eins og ég segi sko já þetta að svona samfélagslegt verkefni þannig að sko og tilgangurinn held ég ef ég skil það rétt að þá það þá dvelur nemandi kannski einn vetur útskrifast svo úr þessum GROWGEST skóla heldur svo til síns heimalands og getur nýtt menntunina sem hann hefur fengið í Háskóla Íslands til þess að svona
betur bæta sitt umhverfi eða já, sitt samfélag, sko. Þetta svona mjög göfugur tilgangur. Þú veist, þó að hann sé þetta svona, hvað sem questionable, að mínu áliti. En það er nú önnur saga, sko, þú veist. Það er bara svo þessi sagt, sko. En já, og ég kynntist nú 2 nemendum, sko, síðasta vetur sem lögðu stund á nám þarna, og það var bara mjög gaman, sko, en svo var það einmitt þannig að það kom mér eitthvað óvart að því svo frétt ég, sko, einhvern veginn inn í öllu þessu, þú veist, sem að gerast og að þá svona opnuðust á mér eyrun einhvern veginn þegar ég, sko, frétti að það þetta veri bara nefndi frá allum heimshornum, meðal annars fór Palestínu í nokkur ár og sko, en það kom fram sem sagt að því ég fór okkur svona lokað að það ætti að hætta að taka nemendur frá Palestínu. Og þetta svona stuðaði mig allavega og mér langar svo að spyrja eitthvað út í þetta, sko, þú veist. Ekki þetta mál. Þú veist, hvort þið þekktu til þessa máls og að þið eru náttúrulega í þessum hópi, sko, þetta er hópur sem að þið hafa verið í háskólanum. Já. Sem eru hópur til stuðnings Palestínu. Já, hann heitir bara Háskólafólk fyrir Palestínu. Háskólafólk fyrir Palestínu. Já, og einmitt, það er einn palestínskur nemandi sem var meðlima, eða þannig. Já. Sem vakti mitt athygli á þessu. Já, enna sem að ég, einmitt. Já, og einmitt við fréttum á þessu og vildum taka þess lengra og svona spyrja í rauninni bara hvað var í rökstuðningurinn eða hvort þetta væri rétt, sko. Og við fengum svo sem ekkert mikil svör við því, en okkur grunar svona og fengið svona upplýsingar úr ólíkum áttum að það gæti þá verið þarna, eða já, það lítur út fyrir það sé svona ákveðin þrýstingur á eins og þennan skóla og kannski er það bara á fleiri deildir í háskólum, ég er ekki alveg viss, ég þekki það ekki nóg vel að taka ekki inn nemendur sem gæti þó mögulega sótt hæli og eða þetta er það sem við svona kannski eins og nemendur væri að sækja nám undir því yfirskinni síðan að geta komist til landsins og sótt hæli. Já, þetta var svona ein sagan sem við heyrðum og vorum að reyna að fletta ofan af svo vildum fá svona skýrri svör en auðvitað get ekki tala fyrir þessu stofnun, ég er ekki starfsmaður eða neitt, sko, en okkur fannst það samt svolítið áhugavert og þetta er náttúrulega bara ekkert komið neitt mikið lengra en þetta samt setur svolítið svona spurningarmerki við, sko, stöðu háskóla og sem akademíska stofnun sem að eiga að vera sjálfstæðar og ef við erum að framfylgja sem starfsmenn eða kennarar eða nemendur erum að framfylgja landamæraeftirliti eða svona útlendingastefnu stjórnvalda, það kannski mér finnst það svona vera ansi þannig að skarast stofnun sem ekki skarast og ég veit ekki alveg hvort þetta sé mjög alvarlega verið að grafa undan þá akademísku frelsi Háskóla Íslands og háskóla á Íslandi ef svoleiðis. Ef þetta er raunin og það er erfitt, sko, það er erfitt að horfa á þetta mál öðruvísi. Já, en þetta sama er ekki hægt að segja aftur samanburði Úkraínu. Að það er bara heil upplýsingavefur á hi.is hvernig sé hægt að aðstoða akademískt starfsfólk frá Úkraínu og flóttafólk frá Úkraínu til þess að hefja námi HÍ. Þannig að þetta er bara þetta er mjög alvarlegt að horfa upp á, alvarlegt að sjá þetta. Já, við reyndum eftir að heyra betur hvernig þau ætla að svara fyrir þetta. Við hefum ekki alveg fengið nú skýr svör en þau hafa náttúrulega verið í miklu samstarfi við palestínska háskóla og fengið til sem palestínska nemendur en það er vissulega skrítið núna að Háskóli Íslands geti ekki staðið með palestínsku nemendur betur en svo og það væri hægt að gera mikið meira. Þú veist, það er það sem við erum líka búin að vera að pæla, sko, það var þetta maður hefði kannski halda, er þið einmitt á þann veginn, sko? Já, einmitt, það væri hægt þú veist að það væri einmitt á þann veginn að það er þetta bara aukin svona hvað segir maður, líka svona í ljósi þess að hvað þetta eru svona í samanburðinum, sko, fáir háskólar í Palestínu samanborið við Ísrael, sko. Já, en þá koma tengslin við stjórnvöld, sko, því að þetta GROW-GEST, er þetta ekki rétt hjá mér? Jú, GROW-GEST heitir það. Já. Þetta tengist líka eitthvað utanríkisráðuneytinu, ekki satt? Já, ég þekki ekki alveg nógu vel. Nei, en fólk getur svo sem fari bara á internetið og googla þetta, en ég fæ ekki betur séð. Þetta er eitthvað þekkingarmiðstöð þróunarsamvinnu sem starfar undir UNESCO-stofnun.
En ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins var með ræðu við útskrift síðastliðið vor. Það vakti athygli mína sko við erum bara að reyna að sjá sko við Maggastína, erum að reyna að rannsaka og sjá hvar eru tengslin bein við stjórnvöld svona. Akkurat. Og það er svona þetta áhugavert sko, hvernig fjármögnun þá úr þróunarvinnu sett í svona verkefni. Já, kannski væri ráð að bjóða þeim bara og tala með þetta. En ég hugsa líka bara að þetta sé kannski lýsandi fyrir þá að fjármagnir ræður líka, þú veist, hvað maður er að gera í háskólanum og hvaðan það kemur og ef þetta er það er náttúrulega per se mjög sérstakt sko. Já, en ég hugsa líka þú veist að það væri náttúrulega hægt að skora að vera búið að skora Háskóla Íslands að slíta tengsl íslenska háskóla og það er augljóslega talsverðir fjármunir í húi þar en svo er þetta að skora á Háskóla Íslands að stuðla meiri samstarf við palestínska háskóla en þá myndum við augljóslega þurfa að leggja fram meira fjármagn þar sem að það hafa komið ákall frá palestínskum fræðimönnum að bara samstarf og bara hjálpa með að endurbyggja og bara viðhalda sínum stofnunum og það myndir náttúrulega krefjast talsvert af okkur peningalega sér líka og bara samstarf sem að þarf að leggja orku í og það væri áhvert að sjá bara svart að hvítu hvernig háskóli myndi. Þannig að þetta skref að hætta að taka nemendur frá Palestínu, sko það blasir bara, það er eiginlega svona æpandi. Það er mjög einkennilegt, maður verður að segja. Ég bara tala sem almenningur, ég ekki sko tengt háskólan einu leiti, skilur við það bara. Algjörlega. Það líka er náttúrulega vafasamt út frá ykkur í svona jafnræðis sjónarmiði að þarna er allt inni verið að mismuna fólki. Eftir einmitt. Já, eftir þjóðerni og það er eiginlega sko furðulegt. Er það ekki bannað, er það ekki ólöglegt samkvæmt mannréttindasáttmálanum sem við höfum undirritað eða fleiri? Það er líka svona hálf og stefnu ríkisstjórnarinnar einhvers staðar, það sem að Vinstri græn hafa einhvers staðar átt hlut að hlýtur að vera. Þetta verður bara einkennilega fyrir leikmann verður þetta bara einkennilega. Já, og sérstaklega þegar það er fullt af fræðimönnum á Íslandi sem eru að rannsaka postkolóníal, alls konar, þú veist, byltingar og andof og það fáum við íslenska skattpenninga til að hjálpa okkur að rannsaka. Svo oft erum við að rannsaka það sem að fólk er að gera annars staðar í heiminum, en þau fá ekki að rannsaka það sjálf og peninga til þess, þú veist að. Nei, meina bara það að, þú veist, að við erum bara launum við það að stúdera þennan veruleika þessa fólks og margar annar sem eru jaðarsettir og eru þú veist í baráttu fyrir sínum mannréttindum og svo þegar þau vilja fá að rannsaka sjálf og mennta sig í þessum fræðum með halda þess á það er svona skýtur skökku við sko, það er svona kolonialismi í því og svo ef þú ætlar að læra eitthvað þá skaltu gjörðu svo vel að vera heim með þér eða þú veist þetta en ég hlóru nú ekki að kannski að ætla þeim eitthvað ég vona að Nei, þetta er bara einmitt, sko bara einmitt fyrir leikmann, segjum við bara, þú veist, þetta er svona eitthvað alveg absúrt, sko. En svo er það spurningum líka hlutverk háskóla og þá kannski, maður hugsa sérstaklega kannski eins og hug og félagsvísindi og svona, hvað getur við gert og hvert er okkar hlutverk og það er náttúrulega þetta göfuga, þjálfa, gagnrýna hugsun og eitthvað svona. En það var áhugavert það sem að þú nefndir áðan, Maggastína, áður en að við settum vélarnar í gang að þetta með að heimspekin, það væri svolítið erfitt sko og kannski fræðin, þú veist, það væri eitthvað að ræða heimspekilega átök og þegar að núið er svona æpandi sko bara yfirþyrmandi og það er bara svo mikil neyð og það er svo mikið svona eins og þú segir svona emergency, þú veist bara heimspekin má bara bíða og ég er svona, mér er svo sem alltaf fundist ég verið frekar svona kannski svona lélegur aktivisti og þú veist, ég reyni að taka þátt eins og ég get en svo leita ég oft í fræðin og heimspekina og fyrir mér er það líka oft svona ákveðin svona það er ykkur terapía sko að og eins og setja saman námskeið og velja texta sem eru tengjast sko atburðum líðandi stundar og reyna að feta eitthvað svona veg að svona ég er ofta að pæla í þessu sko bara sem háskólakennari, ég má ekki sko þú veist, get ég mætt með palestínusjálfum mitt í tíma. Þannig að þú hugsar það? Já, ég hugsa oft það og líka svona bara hvernig þú veist, svo stundum í umræðum þá erum við bara, þú veist, þetta kemst maður á flug og alls konar, en það er svona, það líka þetta, það er ykkur þörf fyrir að sko, þú veist að því að sko,
ég held að Hannah Arendt hafi talað heimspekingur, ég mikill aðdáandi hennar, hún en hún þú veist, þegar við erum komin á það stig og erum hægt að hugsa, þú veist, það eitthvað svona emergency og það svo mikið neyð og það svo mikið ofbeldi og ofbeldi, það einhvern veginn gerir það verkum og það ekki, og tengist líka þessu mentamorði, sko, þá ekki hægt að hugsa og þá getum við ekki tekið, sko, þá, þú veist, allt siðferði og allt þetta bara fer bara, skiljið hvað ég við, að það svona líka sko af því að það er svona punkturinn eins og ég skil þig sem sagt hvað ofbeldi ofbeldi hefur ekkert með vitsmuni að gera ofbeldi náttúrulega verður til út úr svona akkurat eins og við erum að tala kannski þessu tilviki að þá erum við kannski að tala eins og hvernig nú fylgst svolítið með sko í vetur og þessi sionismi hvernig hann hefur sko verið presenteraður í Ísrael sko sem algjör rétttrúnaður þú veist þessi þjóðernisstefna svona viðhorfi gagnvart nágrunni þínum að þú getir sko hort á þá eins og dýr að þau sko eigi ekkert annað skilið heldur en að verða fyrir ofbeldi, hverskins ofbeldi, alveg sama hvað. Þetta eitthvað svona á einhverju svona siðferðisstigi, ef við vorum til siðfræði eitthvað svona siðferðisstigi sem ekki mjög svona kannski intellektuált, sko. Það náttúrulega bara heimspekingar og siðfræðingar sem bara í mjög mikilli vinnu og hafa verið í áratugi hjá Ísraels stjórn og ísraelski og bara í sínum háskólum sem að sníða siðareglur sem bara með, þú veist, þetta rökstuðningur sem þú veist, fittar inn í þessa narratífu og þetta þetta svo útpæld retorík að þau eru komin með svör við öllu, þú veist, og þetta kennt í, þú veist, það svona getur herinn talað að þau setja most moral army því þeir fara allir í siðfræðitíma til svona, siðfræðinga. Áróðusmaskina nær inn í sko siðfræðitíma. Já, bara allir háskólar eru sko algjörlega og bara, þú veist, háskólanar eru meira og minna þú veist, bara á valdi þessar sionísku valdhafa. Ég meina, bara eins og vorum að tala um þetta á leiðinni, þú veist, að fornleifafræðingar í Ísrael, þeir læra bara markvisst hvernig þeir geta stólið fornleifum og eigna sér, þú veist, til þess að geta leiðrétt narratífunum að gyðingar hafi verið þarna algjörlega óslitið og þú veist, þetta er bara svona undir nánast og lagadeildin, þú veist, hvernig þeir eru bara að sníða þarna einhvers konar narratífs og svo þau geti sneitt fram hjá alþjóðalögum og skilgreiningu sem að flest önnur aðra þjóðir sem við kannski, Þannig að öll menntunin hún miðar að því að framgangi sionismans. Já, maður fer svona, ég búin að vera að kynna mér eina konu sem segir það, bara beint út sko. Hún gaf út bók núna í febrúar sem heitir vitið það alveg stólað á mér, ég get fletti upp, ég með það og hún búin að vera að rannsaka þetta, af því hún sko sá þessa yfirlýsingu frá PAKB-hreyfingunni að sniðganga akademískar stofnanir og menningarlegar og bara listir og íþróttaviðburði og vildi svona kanna, þú veist, bara svona fræðilega hvort það væri eitthvað á baku þessar yfirlýsingar PAKB-hreyfingarinnar að ísraelskir háskólar væru svona meðsykir og hún búin að fara mjög ítarlega vinnu og hún heitir Maya Wind. Hún var að gefa út bóknuna fyrra árinu sem heitir eitthvað svona Ivory Towers, How Israeli Universities are Killing Palestinians. Hún búin að fara bara mjög markvissa svona fieldwork þar sem hún að kynna sér í ísraelskum háskólum hvernig það hefur gengið og bara sögu þessara háskóla. Þeir eru markvisst settir á staði sem minna Ísraela í, þú veist, þá eru fleira arabar á þeim svæðum til þess að bara hluti af sýnesku prósessinu að og hún kallar þetta bara landtöku háskóla. Þeir eru svo samofnir þessu markmiði. Þannig að svo eru fræðimennirnir sem eru sko þá undir þessum háskólum mismikið en það rosalega mikið undir, bara akademískt frelsi náttúrulega þarna bara samofið eða þegar akademíska markmiðið eða hvað það samofið markmiðum ríkisstjórnarinnar og þú veist sem það eins og líka Hjálmtýr Heiðdal skrifar það í sinni bók það var hvort það var á 10. áratugnum að það voru opnuð svona skjalasöfnum bara með alls konar gögnum sögu Ísraels og stofnun Ísraelsríkis og ísraelskir sakfræðingar fóru inn og fengu að skoða og þeir bara sáu bara óhugnaðin bara alveg bara og eru bara tálsviftir bara og eitthvað byrjaði að skrifa og svo bara svo bara loka læst, það má enginn skoða þessi gögn. Þannig að það líka bara einmitt eins og segir bara algjörlega.
þetta setur hérna fake information alveg bara á nýtt level, sko. Já, bara einmitt. Og þetta er svo blatant, þú veist, að maður bara veit ekki alveg hvað maður á að hérna... Ekki þetta sé í fyrsta sinn sem mangi sagðan lífur einhverju til, Nei. Ég veit, en ég meina þetta hérna rosalegt. En svo náttúrulega líka bara, háskólinn náttúrulega bara risastór faktor í hernaðar, hérna, hvað segir maður, bara iðnaðinum í Ísrael. Já, bara verkfræðideildir ísraelska háskóla að taka bara mjög virkan og öflugan þátt í að þróa, þú veist, þessi hernaðar vopn, drápstól sem að Ísrael notar og Bandaríkjamenn fjármagna náttúrulega. Já, og þessir ógeðslegu algoritmar eða þessi forrit sem er verið að nota og þú veist, mitt vopnin og bara gervigreindin, þú veist, það er alltaf verið að taka ábyrgðina líka fjær manneskjunni með því að bara einhvern veginn fjármálavæða og vöruvæða hernað eins og með gervigreindinni. Þannig að ef að gervigreindin finnur skotmarki þá er enginn sem skýtur. Já, og þetta er bara útrúið líkendum að þetta voru líklegast terroristar og þú veist, mitt hérna, casualty eða hvað þetta er. Já, en þannig að háskóla samstarf, þess vegna er þetta svo alvarlegt finnst manni að HÍ skuli ekki taka afstöðu aðrir háskólar gegn þessu. Vegna þess að ég meina, eru þau samseg siðferðislega? Ég meina, ertu samseg að þú tekur þátt í þessari maskinu sem að háskólar eru og akademían er bara á alþjóðavísu. Þetta er raunverulega svona fjármagnsmaskina líka. Ég held að við séum öll samsæk, ég held að við þurfum alveg að gangast við því sko, að hérna þetta er náttúrulega maskina, en Háskóli Íslands er náttúrulega fjársveltur og það er ekkert nýtt, en ég held að tala inn í þetta að það er svo hluti af hinu probleminu, bara hvernig við fjármögnum fjársveltur og það sé ástæðan fyrir því að þeir treysta sér ekki til þess að það er náttúrulega líka bara, þú veist, stýring af fjármögnum sem fer í háskólan í dag, þú veist, þess að var ekki hérna Nei, hún er ekki menntamálaráðherra. Háskólaráðherra. Háskólaráðherra, þú veist, hún er eyrnamerkja peningi rannsóknir og fög sem henni hugnast sem er þá, þú veist, ekki hugvísindi. En hún persónulega gerir það. Já, og þá, þú veist, hún færa pening úr sjóðum sem allir geta keppt yfir í þessar, þessi fög sem eru þá samkeppnishæf. Þetta samstarf háskóla sem var sett í gang þarna, það var það ekki einmitt 22. Já, einmitt. Sem átt að veita þetta voru ykkur 2 milljarðar sem voru teknir einmitt úr svona sjóðum veittur 1 milljarður 2023 og svo 2 milljarður 2024 Þau STEM rannsóknir ykkur Já. Þar sem að þá sem sagt þá tekur hann úr því samhengi að það sé opið fyrir alla að sækja þessa sjóði og hún ákveður þetta var svona, þetta var umsóknarferli að þurfti að hérna senda inn umsóknir mjög hratt og í raun fyrir kannski verkefnum líka sem að var bara eru hluti af svona, myndi maður kalla daglegur rekstur háskólans jafnvel, sem ætti að vera bara rekstur háskólans. Já, þetta er bara gráalvarlegt. Mér finnst alveg fríkað að þetta hafi ekki fengið meiri umfjöllun. Þetta er alltaf bara verið að stýra rannsóknum. Já, það kemur aftur að þessum hugtökum frelsi, sko, bæði akademísk frelsi og frelsi fjölmiðla. Þú veist, það sýnir sig bara í svona málum að það er ekki það sem það segist vera. Nei, það er svona eins og, önnur hver eitthvað sagði, að kannski Sara sagði hérna, að það er, þú veist, það eru peningar og það er svo oft sem það eru peningar sem að ráða, þú veist, og eins og þú sagði líka á, þú veist, ég var ekki hérna, oft líður mann eins og, þú veist, bara, nei, núna er ég orðin einhver samsæris, kenninga, sko, núna er ég orðin svona, þið veitir, svona álpappírshaus, en svo bara, nei, ég held, þetta er kannski bara, þetta er bara svona, þið veitir, að það er bara, þú veist, og eins og hvort það var senasti þáttur hjá ykkur og þá nefndir við, sko, hérna, að það er svo mikil afhjúpun fólkin í öllu þessu sem er í gangi og ég upplifði mjög sterka tengingu við það, ég upplifði þetta svo mikið að þú veist að maður er svona, kannski næfur eða barnalegur og eins og þú veist að nefna líka, þú veist það er bara einmitt þessi hugtök öll, akademísk frelsi, hlutleysi, þekkingar, mannréttindi, frelsi, jafnrétti, bræðralag, þetta er allt að koma, við erum að setja fleiri merki inn í hérna, framfarir, eitthvað svona og svo bara, nei, það er bara einhvern veginn hulni svipta af og það er bara og það er ekki svo orðin tóm eða líka við það er bara unga börn, þeim er bara slátrað í sjálfsvörn það er bara það er raunveruleikinn sko. Þannig að talandi að hafa áhyggjur af því að maður sé sko einmitt álpappíshaus með eitthvað skrýtna samsæriskenningu, þetta er beinlinis bara í beinni útsendingu eitthvað sem er ekki hægt að skálda sem og svo er það svolítið svona 1984 stemning ykkur bara, nei þetta er sjálfsvörn og þetta er hérna, það er svona bara ykkur ný hugtök notið yfir hlutina og þetta hafa verið notið líkingin hérna við, hvað heitir þetta, Hunger Games hérna myndirna, þú veist, og ég meina sko þegar við erum farin að lifa einhver svona tilveru
sem að einmitt annars vegar skilur, þú veist, skreyti sig með einmitt svona hugtökum eins og bara þú veist, æðri hugsun, þú veist fagurfræði þú veist, frelsi, jafnrétti, bræðralagi og svo þetta einmitt vandlega miðað á 2 mánaða gamalt barn sko, þú veist, þetta er þú veist, þetta er mikið. En þetta líka sýnir manni bara hvað propaganda er og þú veist, og eða hvað heitir þetta, svona normalization, svona hvað þetta er sterkt og því maður byrja líka sjálfur að efast sjálfast þegar maður einhvern veginn, þú veist, núna í mörg ár, ég var eitthvað að segja þetta á með svona, ég er búin að vera í mörg ár að vinna upp á hálendi í svona þjóðgarði. Já. Það sem maður að taka á móti mörg 100 Ísraelum á hverju sumri og maður er alveg upp í ykkur svona, við erum að boykotta ísraelska vörur, bara fá því mann eftir mér einhvern veginn og maður er svona, þú veist, búin að mæta palestínsk mótmæli og svona, og svo það maður svona, velkomin þið eru bara manneskjur, þið eru ekki ríkið, Ísraelsríkið, þið eru ekki herinn, þið eru bara manneskjur, og svo, þú veist, maður er búin að berjast einn fordóma, eitthvað svona aðskilja þið, akkur væri þau hér ef þetta væri, og svo núna þegar maður fyrir að, þú veist, þegar þetta er afhjúpast allt saman, þau eru öll meðseg, þetta er bara, ég veit að það eru Ísraelar líka Ísrael sem eru að mótmæla, en það er eitthvað við það að, það er 98% stuðningur samt, sko, við þjóðarmorði, sko. Já, og svo margir sem kannski sko, ég ætla ekki að gera fram en sem sagt, þú veist, ég var bara einmitt að svona fylgjast með nú manni heldur ekki hvað það er Ísraelsmaður sem hefur verið sko svona snar snerist, sko pappa hans var ísraelskur hershöfðingi sem snerist til friðar. Okay. Og og hann er mjög svona ákafur sko þegar hann talar það að því auðvitað það er okkur eiginlegt að hugsa að það séu þetta Ísrael sem sko, þú veist, auðvitað eru til ísraelska manneskjur sem að bara er, þú veist, er ofboðið, fordæmað bara, þú veist, þetta en sko það sem að hann heldur því fram að mótmælin, þú veist, þessi mótmæli sem hafa verið sko í Tel Aviv til dæmis og þessi aðstandendur gíslana það sé mjög einangrað við nákvæmlega það mál. Algjörlega. Og óánægi með forsætisráðherrann. Og svo náttúrulega mun taka margar kynslóðar að vinda ofan af einhvers konar, þú veist, ef það er einhver lausn að tvekja reikna lausn í sjónmáli, ég veit ekki hvernig að vinda af þessu hatri sem er náttúrulega komið. En þetta náttúrulega var ekkert að hjálpa til heldur. En svo náttúrulega líka ykkur hópur af róttækum ísraelskum friðarsinnum sem er að vinna náðu með Palestínu fólki og það sem að hugmyndin er sko, þú veist, ekki tveggja ríkja lausn. Núna sjáum við náttúrulega bara það, hvernig er það eiginlega að stofna þjóðríki þar allur infrastruktúrin er bara ónýtur, það er ekkert, þetta er bara sko, það er ekkert hægt að þú veist, það er bara fyrirfram dæmt að ég meina bótaskylda Vesturlanda líka í þessu máli hlýtur að vera eitthvað rosaleg. Já, en svo náttúrulega hugmyndin hvað, þú veist, að vera bara eitthvað ríki, eitthvað lýðræðisríki sem byggir á mannréttindum og er rasíst og þú veist, það er líka ykkur hugmynd svona sem að margir friðarsinnar svona vinstri vægnum er að geta fyrir. En ég hef stundum hugsað það sko, því að maður fréttir svo lítið, maður kannski fylgist með á samfélagsmiðlunum svona ísraelskum, þú veist, bæði náttúrulega þessi Breaking the Silence, þessir fyrirvændi hermenn sem er að segja sögur og gagnrýna hernámið og svo B'Tselem, eða ég kann ekki að fara með það og svo eru fleiri svona samtök og mér hugsa, akkur er ekki svona sagt frá þessi fjölmiðlum, ég hugsa svona til dæmis eins og það sem við talum í svona friðarfræðum líka og þessi Jóhann Galtung sem ég nefndi á hann tala að það er líka þetta með sko friður, þetta er ekki lokatakmark, þetta er einhver leið, þetta er einhver aðferð, þetta er hugmyndafræði og líka hvernig við skapa bara með því að tala sko, þá breytum við líka raunveruleikanum og með því að tala frið og sýna frá þessum Ísraelum sem að þið veitir, en eru þið tilbúin að gefa upp hugsa og eru rétt sína, þið veitir hvað ég meina. En segjum að þau búa á landtökusvæðum sem að flest gera, eru þið tilbúin að gefa það upp? Þú veist, því það með þar, hversu langt eru þið tilbúin að ganga? Já, en þú veist, í einhverju hugmyndum, náttúrulega það er kannski bara algjör útópía og idealismi að stofnun einhvers konar bara, þú veist, hér bara stofnum við bara á grunni eitthvað bara nýtt ríki bara og bara
Já, það hefur svona verið svona þessi tveggjaríkjalausn verður nú alltaf ólíklegri en og svo náttúrulega þetta, þú veist, fólk ekki á einu máli hvert stefnir þú veist, í þessu að einu kantinum hefur mann eins og Chris Hedges sem nú mínum sambýlismönnum og konum blaðamaður og predikari blaðamaður og predikari sem spáði fyrir hann hélt fyrirlestur þetta var í janúar sem að hann hélt fyrirlestur sem hét The Death of Israel þar sem að hann þykist þess fullvissa að þetta búið að vera þetta það eyðir sjálfu sér það hljómar ekkert spurning á hvað tíma og með hversu miklu verður fórnað en mér fannst svo áhugavert talandi svona einmitt hvert þessi eyðilegging stefnir, ég vil nefna reyndar áður í þessum þáttum orð Ghassan Abu Sitta sem að hann fór með hann í lokaræðu á ráðstefnu sem við vorum saman á núna í júlí að hann var að benda á þú veist fjármagnið og þessa vél sem að kyndir þetta allt saman inn í svona bara hernaðar iðnað eða hergagna iðnað, hún stoppar ekkert ég meina að við getum hugsað eða spurt okkur hvernig getum við leyst úr þessu svona með því að stofna ríki og koma friði meðal fólks en hvar stoppar síðan þessi tækni framþróun sem að felst í vopnunum sem að miða á þess að nokkur manneskja beri ábyrgð á skotmarkinu hún stoppar ekki þó þú finnir frið í Palestínu þú veist, hann vildi meina að þetta væri bara hluti af svona fasískum uppgangi núna, hægrisins þar sem að þessi vopn verða til sölu áfram og verða áfram á vopna sölu sýningum bara í heiminum þar sem að Vesturlönd bera bara mjög mikla ábyrgð og eru svo seld til ríkja sem telja sig þurfa að losna við svona surplus nation bara fólk sem er dragbítur á einhvers konar GDP, einhvers konar framþróun í þeim ríkjum þetta nefnilega svona Hunger Games, svona hryllingur þú veist það sem þetta bara orðin hluti af menningunni að drepa aðrar manneskjur algjörlega og líka bara málflutningurinn retoriki sem það nota til að réttlæta og sveigja fram hjá alþjóðlegum þetta líka eitthvað sem hluti af þessari byrja að nota þetta og þetta mun algjörlega af því þeir sína að þetta virkar það ekki búið að stoppa það ennþá þú veist og það bara ótrúlegt. En einmitt, þetta bara botlaus hryllingur En mér langar að spyrja skæði svona að því nú fyrir við svona að draga, eða við fyrir að nálgast lok þáttarins. En sem sagt hópurinn, háskólafólk fyrir Palestínu, getur þú sagt okkur aðeins bara svona hvernig þessi hópur kom til náttúrulega í kjölfar undirskriftalistans, var það ekki í vor? Já, ég kom inn á fund bara í vor og þá var það í kjölfari greinlega fyrsta samráðsfundi þar sem ákveða að fara þessar aðgerðir og þá fórum við við ætlum að fyrstulega að fylgja eftir þessum undirskriftalista að bara í rauninni hvetja og styðja og búti vettvang til þess að styðja við fræðimenn að sniðganga bæði bara veita upplýsingar og bara búi til svona samfélag þar sem við getum haft áhrif. Svo héldum við líka svona smá panel þar sem við töluðum ýmislegt og fengum líka fulltrúa frá alþjóðlegu PACBI-hreyfingunni til að koma og kynna hvað þau voru búin að gera. Þessi PACBI-hreyfing, hún Já, þetta þessi akademiska og hún stendur fyrir akademiska og cultural boycott og divest. Já. Er það PACBI? PACBI. Já, PACBI. Og það eru allar upplýsingar líka. Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. Já, takk. Ekki skrítið og skildir ekki með þetta. Já, ég alveg einmitt. Og þau eru með, náttúrulega, þessi yfirlýsing kom fyrst 2004, þar sem þau skoruðu á háskóla að byrja að sniðganga og hefur náttúrulega bara vaxið síðan og þetta mjög sterk alþjóðleg hreyfing þannig að það rosa mikið upplýsingum til og það verið að fylgjast með rosa mörgum stofnum sem að þú veist kannski margir svona leikmenn sem að hafa ekki alveg aðgang að allum þessum upplýsingum hvernig á að sniðganga hvað ekki það alveg mikið upplýsingum til Þannig að þessi háskólafólk fyrir Palestínu og Íslandi hluti af þessari alþjóðarhreyfingu Já, einmitt, við sendum nokkra fulltrúa á svona fund sem var sameiginlegur daginn og planið náttúrulega bara að halda áfram að fylgja eftir þessum markmiðum og skora á Háskóla Íslands að gera meira.
og mögulega líka bara að þú veist einmitt veita meiri fræðslu málið sko. Svona dæmi þú veist, sniðgöngu á þá til dæmis Já, til dæmis bara samstarf við Ísraelska háskóla og fræðin sem að já. Og og þið munu halda, ég meina hafa einhverja deildir Já, það eru 2 deildir í Háskóla Íslands sem hafa skrifandryflýsingu sem eru þarna deild margbreytileika og menntunar og deild faggræna kennslu báðar á menntavistarsviði og svo Eru þær deildir í samstarfi við Ísrael? Nei, ég held að það hef ekki verið neitt samstarf en það eru allavega búin að skrifindra fara ekki neitt samstarf og En ástæða fyrir háskólafólk til þess að óttast einhvers konar aðgerðir ef að þið takið einhverja svona afstöðu, sko, eins og deild sem væri með samstarf og myndi neita, ég veit ekki af hverju þið myndi kannski neita því að því að peningarnir á það, en ég meina hvað getið þið gert? Það svolítið... Þetta er mjög lýðræðislegar prósess sem fyrir gang og það eru svona deildarfundir sem að við höfum ekki all aðganga ekki auðmir það er svo lýðræðislegt að maður hefur ekki aðganga Já, þannig að þetta eru þá bara fulltrúar sem eru þá prófessorar og lektorar og fastlaunir sem að geta þá saman ég veit ekki hversu oft þetta er líka þetta er nokkur svona ári eða eins og fyrir eftir deildum held ég Já, þannig að þú veist, þetta er flókin prósess og þá þarf eiginlega fyrst að sannfæra allir deildin og þá ætlum við svolítið að koma inn sterk og svona hvetja í rauninni og búa til vettvang sem getum búið til kannski tala saman aðferðir sem hægt að nota eða sannfæra kollega einhvern veginn eða þú veist að þetta er flókið og fólk þekki persónulega einhverja íslenska fræði með einhverja vinir og svona þá er kannski frekar hægt að einblína á þetta er ekki þú að kötta á tengslu vinnin heldur þetta er stærra og þetta er tákgrænt og þetta er líka þetta tengir stofnuninni og hvað hún stendur fyrir þú veist, þetta er kannski bara einmitt ég ástönd með að setja mér sér spór því ég er ekki einu samstarfi Já, en einmitt, þetta er ég meina, lífið er flókið það er það en þetta eru bara prófessorar og lektorar og svoleið sem að sitja þessa deildafundi Ég held að sé mitt þar sem hægt að taka svona ákvarðanir fyrir deildir Er ekki þetta kemur aktivistin upp í mér ekki þetta krefjast þess að fleiri fá aðganga Þá kemur valasterkin hún er búin að vera berast fyrir að fá að sitja á deildarfundum Ég er búin að vera og við erum báðar líka í ég er endar núna hætt í Fetón félagi doktorsnema og nýdoktora og þá var þetta eitt baráttumálið að fá allavega að nýdoktorar fengu að sitja deildarfundi, ekki atkvæðisréttur með við fengum og það var svolítið áhugavert því að ég lærði í Svíþjóð þannig ég er vön meiri lýðræði þar sem að doktorsnemar og nýdoktorar og bara allir starfsmenn deildarinnar voru bara með á deildarfundum sem voru einu sinni í viku og bara bullar og kaffi og fíka og þannig miklu minni hierarkía þannig að það var svolítið áhugavert að koma í Háskóla Íslands og upplefa meiri hierarkíu heldur en í Svíþjóð og minna lýðræði Já, sérstaklega sem að mikið af vinnunni sem unnin í Háskóla Íslands kennsla og svona náttúrulega á höndum mjög margra sem hafa ekkert neitt að segja þú veist, þetta það er rosalega mikið sem er keyrt á stundakennslu af fólki sem er í mjög erfiðri aðstöðu og er ekki með trygga afkomu og getur bara mist vinnuna og það er ekki mjög lág laun og þannig að það er kannski margir af þeim sem eru kannski í yngri kantinum eða eru kannski ég vil ekki vera að segja til róttækni eða minni róttækni eldri kynslóðarinnar en það er oft það fólk sem er kannski meira vókal eða þannig er kannski í svona aðstöðu sem hefur ekki rödd eða hefur ekki völd. Þetta er bara eins og annars staðar þar sem að fólk er bara að passa sinn sófa. Já. En við verðum víst að segja þetta gott í dag, bara svona. Gætu nú að halda það bara fram á nótt. Já, við myndum klálega að gera það ef við værum ekki bundanar af þessum tíma, Magastína. Heldur við verðum eitthvað að fara að gera í því, Já. En við þakkum ykkur bara kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir. Katrín og Valgerður. Takk fyrir að bjóða. Pálma og Þorgerðar dætur sem að starfi báða við HÍ. Og við verðum hér aftur, Sara Stef og Magastína vikuliðinni með útvarp Palestína. Takk fyrir í dag. Takk fyrir. موطني الجلال والجمال
والثناء والبهاء